Já, við ætlum næst að huga að menntamálum. Það er nú ágætt að ganga brosandi til þeirra því að sum okkar hafa nú áhyggjur á þeim og full ástæða til þess að kannski hafa áhyggjur á sumum sviðum. En eins og þið kannist við þá umræðan oft, hún verður svolítið svarthvít, hún verður allt sé frábært eða allt sé ömurlegt og maður veit stundum ekkert sjálfur hvað maður á að halda, hvar við stöndum og þá ég einhverjum að huga að grunnskólamálunum. Við heyrðum hér fyrir framkvæmdastjóra heimilis og skóla sem kom í viðtal til mín fyrir skemmstu, kennara og kennslufræðing sem ræddi það hér í settinu að grunnskólar óttuðust ekkert meira en neikvæða umræðu í fjölmiðlum og fyrir vikið þá væri úrlausnarefnum og vandamálum stungið undir stól og það nú reyndar verið talað að þessi stofnanalandlegt. En enginn veit í rauninni hvort þetta ofsagt eða ekki, eða eitthvað til í þessu eða hvernig það Við vitum líka að sumir skólar virðast vera að taka upp eitthvað sem sumir kalla samræmd próf en aðrir kalla könnunarpróf og það farið mikil umræða fram það. Og það margt sem við höfum til að hugsa og góðu gestur komin til okkar hérna, skólastjóri Hagaskóla. Vertu velkominn, Ómar Örn Magnússon. Takk fyrir. Skólaárið nýhafið. Að hefjast. Og ekki líf og fjöri á göngunum þessa dagana? Heldur betur. Það svona fyrsti eiginlegi skóladagur samkvæmt stundatöflu í dag og almennt myndi ég nú segja bara nemendur koma vel undirbúnir eða útkvíldir eftir sumarið og eins og þú segir líf og fjör en allt gengur nú bara samt sinn vana gang sko. Sem nú kannski meiri fréttir að eins og í okkar tilviki að 630-40 nemendur finna allir sinn bás og komast fyrir á réttan stað og í gegnum skóladaginn. Já, þetta mjög stór hópur. Já. Aðeins áður en við förum í það sem ég imbraði á í kynningu, þið eruð að stíga skilst mér stærri skref eða svona fastari skref hvað var það símanótkun nemenda en áður, ekki sant? Eða sko við höfum svo sem bara núna í 3-4 ár haldið því að nemendum og foreldrum að okkur langi til þess að nemendur fái frí frá símtækjum sínum yfir skóladaginn. Þau eru öll með tæki frá skólanum, það sé að námstæki sem þau geta notað og þurfa að nota. Við svona höfum verið að gera, ég getur satt kannski einhverja tilraunir eða prufur á því hvernig svona virkar og ég held að mjög margir skólar hafi farið út í þetta, byrja kannski á því að prófa að fara í skóla, í símafrí 1 dag eða viku og lengi það síðan. Hagaskóli var sko sællar minningar eða þannig á 3 stöðum fyrir 3 árum og þá var þetta að vinna þetta svona með 1 árgang í einu og svo komum við saman á þar síðasta ári og höfum svona verið að reyna að sannfæra nemendur gæði þessa og ég nú ekki langan tíma eða reynslu núna þetta skólaárið en við vorum svona skýrari í skilaboðum bæði til nemenda og til foreldra núna við upphaf þessa skólaárs og dagurinn í dag og föstudagurinn hafa verið algjörlega frábærir. Við finnum samt alveg fyrir því að þegar að símarnir eru ekki með nemendum að þá meira líf og fjör. Það þau tala meira saman og kannski tuskast svolítið sko, eins og bara gert var eða tíðkaðist bara í gamla daga en við höfðum áður en við fórum af stað í þetta bara þá var svona tuskugangur bara eiginlega tíðkaðist eða við bara sáum það ekki á göngum sko en núna þurfum allir að finna sér eitthvað að gera og auðvitað viljum við líka koma til móts við nemendur með það að útvega þeim þá annað að gera þar sem þau eru saman hvort sem að það að spila eða sitja og spjalla eða fara út fyrir að hreyfa sig eða eitthvað þess að þar. Með aukinni hreyfingu verður leysist úr læðingi einhver svona góður efnaforði sem ætti að hjálpa þeim í náminu? Algjörlega, klárlega og svo líka bara og við megum ekki
svona missa sjónar á bara mikilvægi þess að vera með öðrum í skólanum. Þetta náttúrulega bara að ná mér samfélagsleg svona athöfn, sko, sem að gerist í samfélagi með öðrum og ekkert bara inn í skólastofunni, sko. Nei. Er þá til dæmis Ragnar Þór Pétursson kennari sem tjáð hefur sig opinberlega það að hann, þetta finnst honum mjög vond hugmynd, er hann bara villigötum eða er skoðunum mjög skiptar meðal kennara? Já, fólk hefur alltaf einhverjar ástæður fyrir sínum skoðunum og kannski horfa á hlutina mismunandi augum og hann hefur alveg margt skynsamlegt til málan að leggja í þessu og ég bara virði þær hugmyndir sem að aðrir leggja fram. Við höfum okkar svona rök fyrir því sem við erum að gera og hérna við höfum líka bara verið að skoða og hlusta og fengum meðal annars Viðar Halldórsson til okkar að tala við okkur félagslega töfra og sjáum fyrir okkur að baða börnin í skólunum eða þau baði hvort annað upp úr félagslegu töfrum og sjáum raun og veru kannski bara fyrir okkur að það verði kannski áframhaldandi skref í því þannig að hverfið okkar Vesturbærinn verði svona hverfi félagslegra töfra þar sem við horfumst í augum og tölum saman og heilsum hvort öðru og skiptum okkur að hvort öðru líka sem að við bara teljum að skipti miklu máli. Viðar segir að einn einstaklingur pluss annar einstaklingur summan af því verði meira en 2. Jú, nákvæmlega. Þannig að í 700 manna samfélagi eins og Hagaskóli er með nemendum og fullorðnum að þá geti summan orðið ansi hátala, sko. Já. Ég man eftir frétt með Ríkisútvarpsins þegar Akureyringar tóku stærra skref í símamálum heldur en gekk og gerðist fyrir hvort það var ár síðan eða 2, ég man það ekki en þá man ég að það var rætt við einhverja nemendur sem sögðu sko allt okkar líf í símanum, peningarnir í símanum, ég get ekki keypt snúð í bakaríinu. Þið þurfum ekki að ágjöra þessu? Sko þetta er úrlausnarefni og við svo sem bara bentum nemendum á þetta strax í upphafi að ef að það eru nemendur sem að fara kannski út í búð í frímínútum eða í hádegishlé til þess að kaupa sér nesti, auðvitað væri best bara að kemja með nesti með sér eða bara myndi borða matinn í skólanum en það er alveg leiðir í því, það er alveg hægt að hafa samband við banka bara og fá kort og ég benti nemendum á það á skólasetningu að þau þurftu bara að koma með kort eða ávísanahefti og það skapaði þó umræðum hvað er ávísanahefti sem það enginn vissi náttúrulega en þú veist, það er alveg leiðir og lausnir við þessu og svo er það náttúrulega þannig í stórum fjölmennum skóla að það eru alls konar nemendur og snjalltæki eru mjög góður stuðningur við ákveðna nemendur og auðvitað þurfum við líka að kenna nemendum það að það getur vel verið ástæði fyrir því að einhverjir nemendur eru með sín snjalltæki. Við erum til dæmis með nemendur sem tala íslensku ekki sem móðurmál sem að nota snjalltækin til þýðinga og það er bara frábært. Við ætlum reyndar að útvega þeim bara tæki frá skólunum og erum bara að bíða eftir að það komist á en bara sem dæmi nemendur sem að snjalltækin gagnast meira en þau kannski svifta þau samskiptum. Það getur vel verið þannig. Það er eins og ég sagði áðan, sko, þá höfum við gert undanfarið 3-4 ár höfum við farið af stað og náð að halda út í ákveðin tíma og svona, svo sem alveg verið sammála öll innanhús ágæti þessa, en við höfum aldrei fundið eins mikinn og þéttan stuðning frá foreldrum eins og núna. Já, heimilin eru komin á annan stað. Algjörlega. Og það er ekki bara þannig eða bara það er alls ekki þannig að foreldrarnir sem hafa verið í sambandi við okkur eftir að við upplýstum þessar hugmyndir okkar að þau eru ekki með þessar hugmyndum frábært að þið séu að hugsa þetta þannig að við getum þá verið róluð þó þau séu símanum heima vegna þess að það virðist bara vera umræða inn á heimilunum það að þetta er eitthvað sem við viljum snúa svolítið ofan af. Já, og sumum heimilum eru börnin farin að taka frumkvæði og farin að setja foreldrar sínum skóla. Meira að segja, sko. Og sem er svona bæði broslegt en líka svolítið sorglegt. Já, það er það. Eins og ég sagði áðan, sko, það er náttúrulega kannski ekki alveg hægt að dæma eftir einn svona hefðbundin skóladag en ég var náttúrulega bara á öllum göngum í dag og sko
ég held ég sá miklu fleiri bækur á lofti. Nemendur sátu og göngunum voru svo sem kannski ekki endilega í samskiptum, við voru þá að lesa bækur og eins og ég nefndi áðan, ég meina við urðum alveg vör við það að nemendur voru bara í galsa og í leikjum og að tala saman og ég segi það líka sko að jú, það alveg nemendur sem að hugsa með sér enn eitt árið sem að byrja svona, ég veit að þau halda þetta aldrei út, en svo eru bara fullt af nemendur líka sem bara takk fyrir og við ætlum að standa með ykkur í þessu sko, eða með okkur í þessu. Þannig að þú myndir álykta að gæði kennslustunda og gæði kennslu og sem sagt gæði móttöku barna í kennslustund að þau aukist ef eitthvað Já, ég held sko bara gæði skólans sem þessa svona félagslega batteri sko. Bæði innan skólastofunar og utan Já, af því að það hefur svo sem ekki verið vandamál hjá okkur undanfarin ár að snjalltækin sé að trufla eða trufla nemendur í kennslustundum mjög lítið það og þess vegna fannst mér áhugavert þegar það var tilkynnt með látum í sumar að Finnar væri að taka af skarið og banna snjalltæki í kennslustundum. Það hefur ekki verið vandamál hjá okkur í allnokkur ár núna en við vildum svona taka skrefið eitt í viðbót og Og það eru aðrir skólar þar sem að ég hef heyrt frá fyrstu hendi að þetta hafi að mati sumra nemenda haft neikvæð áhrif á kennslustund. Já, og ég held að séu nú flestir skólar að gera alls konar eða að minnstakosti að velta því fyrir sér eða hugsa og það bara eins og þetta á að vera og við eigum bara að prófa og sjá hvert það leiður okkur og stundum dettu og þá þurfum við bara að standa upp aftur og prófa en við þurfum líka að vera tilbúin til þess að svona horfa svolítið yfir hópin og sjá að það eru náttúrulega bara alls konar nemendur í stórum nemendahóp og það getur vel verið að hendi einhverjum að fá að hafa síma. Já. Sko, hér fyrir skemmstu, líkt og ég nefndi í inngangi, þá var hér kennslufræðingur, hann tjáði sig á fleiri fjölmiðlum, hann sagði að mat á gæðum skólastarfs væri í skötulíki. Hann nefndi að hvað maður að segja að máttur fjölmiðla og samfélagsmiðla væri svo mikill að skólastofnanir gerðu allt hvað þær gætu til þess að víkja sér undan umdeildu verki, hvort sem það væri í skyni betrumbóta eða einhverju slíku. Ef það gæti leitt til þess að yrði neikvæð umræða og hann talaði mikið að skólastjórnendur væri mjög smeykir við neikvæð umræðu og hann að vísa kannski til þess að tímarnir eru breyttir síðan kennararnir og skólastjórinn hafði völdin í grunnskólanum. Núna þetta náttúrulega mikill þrýstingur sem kemur frá foreldrum. Ég veit að drjúgur partur kennara og drjúgu ástæði þess að kennarar lendi í kulnun tengt samskipti við foreldra og alls konar þrýstingi og látum þar. En eigum að varpa þessu til þín hvort einhver svona freistni hvati hjá skólastjórnendum þegar kemur að því að einhver manneskja kemur að meta skólastarf að stinga hlutum undir stól? Nei, sko, ég náttúrulega fylgdist með þessari umræðu og svo sem eins og margt sem í umræðunni sumir virðast hafa svona tilhneigingu til þess að stökkva á það sem að gagnrýnivert við það hvað sagt eða þá jafnvel hvernig það sagt og ég geti svo sem alveg haft einhverja skoðanir á því en mér finnst líka bara svolítið mikilvægt að draga fram það sem kannski réttmætt og mikilvægt að skoða í því sem framkemur í umræðinni og ég algjörlega sammála Arnar í því að það vantar betri upplýsingar stöðu skóla og það alveg rétt sem sagt að ytra mat náttúrulega bara fer í raun og ekki fram. Það engin utanaðkomandi sem að fylgjast með því hvernig við í Hagaskóla stöndum okkur aðrir en fjármálastjórinn á skóla- og frístundasviði. Það var einhvern tíma þannig.
og hann svo sem bara að fylgjast með fjármálum sko. En var það þannig að... Já, það var framkvæmt ytra mat og Reykjavík... Sem kostaði pening? Já, alls sjálfsögðu. Og mennur að skera niður hennar pening? Já, eins og hann bendir á. Og það reyndar sko eftir að grunnskólandi fóru til sveitafélagana þá framkvæmti Reykjavíkurborg sjálf sitt ytra mat og við í Hagaskóla fengum, ég man ekki hvort þetta var að rúlla á 5 ára fresti eða eitthvað svoleiðis og við fengum í 1 eða 2 skipti ytra mat þaðan en þar áður ríkið. Sko, ég hef verið með börni mín í skóla út í Englandi, það sem náttúrulega alræmt ytra mat frá Ofsted og það gengur svo langt, sko, það sko að því leyti gott að það lögð mikil áhersla að meta það sem fer fram inn í skólastofunni, sem náttúrulega algjör lykill og það matsaðalar sem komin í skólastofunni ekki bara að fylgjast með kennurum og hvað þeir gera heldur hvað nemendur að gera og hvernig nám fer fram hjá nemendum. Ég man eftir að dóttir mín var einmitt einu sinni í Ofsted-mælingu tekin til hliðar og farið bara gegnum skólatöskun hennar og matsmenninni fóru bara gegnum námsbækurnar og hvernig henni var kennt að glósa og svo framvegis. Mjög áhugavert og við höfum aldrei haft svona mat. Væri það til bóta? Myndir þú vilja ganga eins langt? Já, sko, það mat, sko, við getum haft svo sem ýmsar skoðunar því framkvæmdin á því, en aðallega myndi ég gagnrýna að hvernig það síðan nota, hvernig það birt og skóla birta niðurstöðunar að sjálfsögðu vegna þess að það eru bara skóla sem eru í samkeppni nemendur og vilja birta góða niðurstöðu. Og þeir birta yfirleitt sko útkomuna úr náminu og að því að eflaust myndu kominu umræðinu samræmd próf líka sem útkoma námsins og skólar þegar að samræmdu prófin voru að þá þetta bara komið mjög misvel út en samræmduprófið mælir ekki hvað fer fram inn í skólastofunni, hvernig fer nám fram sem miklu mikilvægara. Útkoman það svo margt sem getur haft áhrif á útkomuna annað en það sem fer fram inn í skólastofunni svo sem, ég menna það bara bakgrunnu nemenda hefur sýnt fram á og aðrir þættir. En ég held að væri mjög gagnlegt að hlutamati og það svo sem eins og í Hagaskóla það hluta af innramatinu okkar að meta hvað fer fram í skólastofunni. Við stjórnendur sem að komum að þeim þætti innramatsins, heimsækjum alla kennar og sitjum hjá þeim tölum við þá og notum ákveðna matslista til þess að fara yfir það sem gerist inn í skólastofunni hjá nemendum og bara eins og hjá okkur frábæra niðurstöður það sem við sjáum til dæmis sem aðal styrkleika í kennslustundum hjá okkur eru virkni nemenda. Langflestir nemendur eru mjög virkir, langstærstan hluta kennslustundana sem frábært. En við sjáum líka ákveðnar áskoranir þar sem eru bara hluta af okkar innramatskíslu sem við erum þá bara að vinna með kennurum eins og að árangursviðmið séu skýrari en þau eru. Það sé að nemendur viti betur til hvers ætlast að þeim, nemendur og foreldrar ef því ber að skipta. Þannig að þetta mjög mikilvægt, ekki bara til þess að meta og stimpla, heldur líka bara eins og Arna segir, að þetta bara rosalega faglegt tæki til þess að stýra skólastarfi. Að það séu ákveðin viðmið og ákveðin rammar sem að allir þekkja og við erum að fara eftir og erum sammála að skipta máli. Að við séum að meta það sem við erum sammála að skiptir máli. Já. Hefur það aldrei komið fyrir ykkur í Hagaskóla að kanna eitthvað, skoða eitthvað, niðurstaðan neikvæð og því að þið bara ákveðið að birta ekki? Nei, já, birta, nei, þú getur fengið upplýsingar. Niðurstöður, sko við erum með nokkuð stíft og öflugt innramat sem að reyndar í fyrsta skipti við höfum verið stjórnendahópurinn í Hagaskóla og núna þetta 3. ári sem við erum að byrja, þannig að á síðasta ári fórum við svona fyrsta hringinn í innramatinn okkar. Það eru ákveðin atriði þar sem að við viljum lagfæra, annars vegar eitthvað sem við viljum lagfæra í skólastofunni með kennurum okkar og það þetta sem ég nefni til dæmis árangursviðmið. Að það sé skýrara fyrir nemendum til hvers að ætlast að þeim og það mjög mikilvægt og kemur meðal annars fram í hluta eða í einum punkti þessara 16 punkta mennta yfirvalda í Kópavogi sem við kannski tölum á eftir að það sé skýrara fyrir foreldra til hvers að ætla sem mjög mikilvægt. Það kemur fram líka við notum þessar skoðanir á kennslustundum, við notum rýnihópa, viðtöl, starfsmanna
og kennara og svo notum við svona þær mælingar samræmdu eða, það eru missamræmdar sem við höfum aðgang að. Það þá fyrst og fremst skólapúlsinn sem er svona metur svona kannski viðhorf nemenda frekar en árangur og svo erum við með lesfimiprófin sem er eina samræmda mælingin sem við höfum hingað til en nú að bætast við matsferill miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu sem við bara hlökkum til að fá inn í svona okkar matsafn. En til dæmis í mælingunum kemur fram að nemendum í Hagaskóla við tölum að við viljum vera fyrir ofan meðaltöl en þar erum við bara í meðaltali með líðan nemenda. Og við skoðum þá lista og það spurningar sem það liggja baki og sjáum að nemendur í Hagaskóla eru glaðari en jafnaldrar þeirra en þeir hafa meiri áhyggjur. Og þegar að skoðuð eru opin svör við þeim spurningum að þá kemur fram að það eru svona fyrst og fremst frammistöðu áhyggjur. Að það eru gerðar miklar kröfur til þeirra og ekki endilega bara í skólanum vegna þess að það getur líka verið utan skólans í tómstundum eða íþróttum eða hverju sem það er. Það sem að okkur snýri því og rímar algjörlega við það sem við erum að tala að er að gerast inn í skólastofuna að sé skýrt til hvers ætlast að vegna þess að það minnkar ef þú veist betur til hvers ætlast þá mögulega minnka frammistöðu áhyggjurnar eða þú veist bara hvað þú þarft að gera til þess að ná árangri. Þannig að þetta svo sem alveg talar saman. En ég get bara að tala fyrir einn skóla sem er Hagaskóli og ég get bara sagt að blessunarlega eru flestir mælar á grænu hjá okkur. Ertu í miklu samstarfi við aðra skólastjórnendur? Eitthvað svona, hafið þið einhvern þverfaglegan vettvang og getið borið sem að bækur ykkar vegna þess að það er alltaf verið að tala að þetta sé jafnaðartæki, ríkis eða opinbert skólakerfi en það er búið að grafa svolítið undan eða setja stóra spurningar við jöfnuðinn með alls konar umræðu sem hefur verið seinni ár. Hafið þið einhvern vettvang? Já, við erum uppbyggingin hjá Reykjavíkurborg það eru skólakverfi, þannig að við í Vesturbænum erum hluta af Vesturbænum miðborg og Hlíðar, það sem er samráðsvettvangur okkar og við meðal annars svona samvinnu verkefni okkar skóla í því hverfu í fyrra voru umræður námsmat. Við í Hagaskóla gerum svolítið breytingar á námsmat í okkur, við metum núna ekki hæfni við með eins og allflestir skólar gera heldur metum við verkefni eða við köllum það verkefni nemenda sem getur verið verkefni eða matstættir, þetta getur verið verkefni sem nemendur skila, nemendur taka ennþá einhver próf þó að námsmatið sé nú ekkert mjög prófa miðað lengur en síðan getur þetta líka bara verið matsþættir eins og sjálfstæði nemenda, ábyrgð á eigin námi, vinnusemi, samvinnu, færni og svo framvegis. En þú sem sagt kunnugur að einhverju leyti áskorunum annarra skóla. Já, og svo erum við svona unglingaskólarnir, svona systurskólarnir, það er það Hagaskóli, Réttarholtsskóli og Laugalækur og svo er nú reynda Víkurskóli líka að koma inn í þann hóp hjá okkur í Reykjavíkurborg. Við höfum alltaf verið í svolítið samtali og samvinnu sem að sem hefur verið mjög gagnlegt. Og sýnist þér sem þú setja klást við svona svipu úrlausnarefni og kollegaðínir eða er þetta það er mikil umræða sko hverfis skiptgæði. Já, og ég held að það sé ákveðið áhyggjuefni hvað bakgrunnur nemenda er mismunandi eftir hverfum í Reykjavík. Það hefur alltaf verið og ég meina Hagaskóli er í hverfi þar sem að nemendur, foreldrar barna eru með sterkan félags- og efnahagslegan bakgrunn heila þó að þetta sé líka hluta til svo lítið blandað en ég mynda mér að þessi munur hafi aukist að það séu að því leiti svolítið ólík viðfangsefni. Ég meina bara einfalt dæmi eins og í Hagaskóla eru ætli að séu svona 5-7-8% nemenda sem hafa íslensku ekki sem fyrsta tungumál. Þessi hópur hefur stækkað mjög mikið undanfarið en er samt sem áður ekki fjölmennari en þetta. Það eru skólar í hverfinu þar sem að þetta yfir 50% og upp í 80% nemenda kannski sem hafa fleiri tungumál. Já, þannig að þarna sparast augljóslega mikill tími að þarna
getur orkan öll farið að mestu leyti í sama hópin? Já, það munar alveg klárlega miklu. Og við höfum sagt, sko, einmitt þegar við kollegarnir hittum, sko, erum svona að bera saman bækur okkar og ég kannski að leita ráða hjá eldri stjórnendum það hvernig ég eigi að fást við einhver samskipti við foreldra sem í okkar hverju hafa miklar skoðanir á því sem við erum að gera, sem frábært. Og ég fæ einmitt þau svör að þú átt bara að þakka fyrir að þú ert í hverfi þar sem að foreldrarnir bæði skilja skilaboðum frá þér og vilja taka þátt í umræðunni og í skólastarfinu. Vegna þess að okkar verkefni fyrst og fremst að bara reyna að toga foreldrarna með töngum einhvern veginn inn í skólana til þess að fá þá til þess að vera þáttakendur í námi barnanna sinna. Ég veit rætt við kennara sem segist það var sent tölvupósta sem alltaf hverfa bara út í tómið og reyna að hringja í foreldrarna og ekki. En ég finn reyndar við fundum, eins og ég segi, við erum stjórnendur í Hagaskóla núna búin að vera þetta þriðja skólaður okkar og ég hafði verið áður stjórnandi í Hagaskóla fyrir nokkrum árum og ég finn mun á þessu sambandi skólans og foreldrana núna eða á þessum tíma þarna fyrir svona 10-15 árum þegar ég var stjórnandi reyndar í Hagaskóla líka að það hafði eitthvað rofnað og ég veit ekki hvort að það COVID, það sem að skólunum var alltaf bara lokað eða hvort að það var á tímabili það sem að Hagaskóli var starfræktur á mörgum stöðum víða bæinn eða hvort það sé bara eitthvað í svona samfélagin okkar sem að breytast að við höfum þurft að hafa fyrir því meira að vera í samskiptum við foreldra og fá þá með okkur en það svo sem að breytast líka. Okkur hefur orðið, að því við höfum lagt áherslu á þetta og okkur hefur orðið ágengt í því núna undanfarið. Ætli stærsta umræðu eða ágreiningsefnið í umræðum grunnskóla sé ekki hvort við séum að útskrifa nemendur sem hafi einhverju liti verið sviptir tækifærinu að mennta sig almennilega. Ár eftir ár skella á okkur að því verið verri og verri jafnvel sumpart niðurstöðu PISA. Margir segja að það hafi verið mistökuleikinu, samræmdu prófin. Núna, þú veist að minnast á Kópavog, núna eru þar að hefjast próftökur sem hafa ekki verið. Margir fagna því, aðrir eru eitthvað agnúast út í það. Áður en við förum í umræðum þetta á víðum-grunni, hvar eru þið stödd þarna í Hagaskóla í þessu? Ég meina viðhorf okkar? Nei, eru þið með einhver próf? Já, sko, við erum, og það eru engin eða það hafi ekki verið undanfarið neinar samræmdar mælingar nema lesfimiprófin sem eru leshraðapróf. Og við notum þau að hluta til þess að skima þá fyrst og fremst bara fyrir nemendur sem þurfa stuðning en að auki notum við lesskilningspróf líka sem eru bara útgefin en eru allgömru prófin verða að hluta til inn í matsferlinum núna og sem eru mjög mikilvæg líka til þess að skima fyrir nemendum sem að þurfa aukin stuðning. Lesfimiprófin getum við borið saman við landið og séð árangur okkar nemenda samanborið við landsmeðaltöl. En þar hefur sagan endað í svona samanburði skólanum. Algjörlega. En sko lesfimiprófin eru náttúrulega þau eru valfrjálst þannig laga en það undir hverjum einum skóla komið og ég veit að í sumum skólum og einhvern tíma var það þannig í Hagaskóla því að þessi próf voru fyrst og fremst notuð til að skema fyrir nemendur sem þurftu stuðning að þau eru lögð fyrir 3 ári að þá voru þau lögð fyrir alla nemendur að hausti en síðan bara þá sem þurftu að fylgjast með í seinni 2 mælingunum en með því að gera það þannig að þá eru við náttúrulega aldrei að fá neinar raunverulegar niðurstöður í þessum prófum vegna það þá kannski bara 20% nemendur sem taka þau. Að því leyti ég mjög ánægður með og sko átta mikið alveg á þessari umræðu þessar sem að mér finnst bera bara ágætlega skynsamlegu hugmyndir menntasamfélagsins í Kópavogi sko og púðrið hefur farið í að ræða samræmd próf það eina sem að sagt þar að þau ætla að nota matsferil
miðstöðvar menntunar sem að komast í gagnið núna og að þau ætli að gera ráð fyrir að allir nemendur taki þau próf eða vinni þau verkefni. Ég vona að allir nemendur muni gera það í öllum eða sem flestu skólum á landinu þannig að það verði svona einhver raunverulega niðurstöður úr þessu. Já. Hvernig spáir þau það? Er þetta eitthvað? Jú, sko, þetta eru náttúrulega ekki, það líka annað, þegar við erum að tala samræmd próf, sko, við erum með þessa hugmyndum gömlu samræmdu prófin sem að voru lykill nemenda inn í framhaldsskólana, allavega á tímabili. En það er algjörlega skýrt eins og matsferillin kynntur að þá hann kynntur sem tæki skólana til þess að fá upplýsingar stöðu skólans, ákveðna nemenda og í samanburði við heildarmengi sem þá væntanlega landið allt og ég hef sagt það bara mjög lengi, okkur vantar þessar upplýsingar. Við erum í allskyns þróunarstarfi í mínum skóla og við höfum ekkert viðmið til þess að meta árangur þess annað en bara skólan sem að reyndar stór skóli þannig að við höfum svo sem svona ágætis viðmið innan skólans en ég meina okkur vantar viðmið við aðra skóla, aðra unglingaskóla eða hvernig sem það og ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Ég hefði kallað eftir í mjög mörg ára, við fengjum einhverja niðurstöður bara til dæmis útskrift nemendur 10. bekk. Við fylgjumst með því, í Hagaskóla hefur verið frá því að bókstafakerfið var tekið upp, svona það bil 80% nemenda sem að útskrifast með B eða yfir, það sé B plus eða A í 10. bekk í ensku, íslensku og stærðfræði. Svona sveiflast pínulítið og umræðan hefur verið náttúrulega mjög hávær einkunna verðbólgu og þá veltum við því fyrir okkur, eru við að sitja eftir, það sé að eru við þá að skerða möguleika okkar nemenda til þess að komast inn í samkeppnisskólana ef að það skiptir einhverju máli, skiptir nemendur greinilega einhverju máli, einhverja. Þannig að ég hef beðið upplýsingar ég meina hver bara dreifingin til dæmis bara í Reykjavíkurborg, eru við meðaltal eða eru við fyrir neðan meðaltal sem væri óeðlilegt vegna þess að þegar að samræmdar mælingar voru þá hefur Hagaskóli alltaf verið bara með efri skólum og þegar að skólar fengu niðurstöðu PISA niður á skóla sem var nú reyndar fyrir 10-12 árum síðan, 13 árum síðan, 2012 að þá var skorið fyrir Hagaskóla sem var sennilega eini skólinn sem var með marktaka niðurstöður því við erum bara með það fjölmennan nemendahóp hefði skilað Hagaskóla í topp 10 í PISA meðal hinna 37 eða landana ef við miðum bara við OECD-ríkin meðan Ísland var þá svona miðja vegu og töluvert undir miðjunu núna þannig að við höfum gamlar upplýsingar og við höfum svo sem bara svipað samsetta nemendahóp og margt sem að við svona höfum haldið í Hagaskóla sem við svona berum saman við eldri tíma þannig að en við höfum ekki annan samanburð og mér finnst það mikilvægt en það skiptir máli til hvers og hvernig svona niðurstöður verða notaðar og mjög mikilvægt eins og ég sagði áðan að þetta bara mat á þetta eru bara niðurstöður einhverjar vinnu það alls ekki hægt að meta gæði skólastarfs út frá þessu eingöngu vegna þess að nemendasamsetning mjög misjöfn eftir skólum bakgrunnur nemenda mjög misjöfn eftir skólum en skólar geta samt sem áður sett sér markmið þegar þeir hafa þessar niðurstöður að bæta sig og það væru kannski niðurstöður sem skiptu máli. Ímyndum okkur fjölskyldu frá Ísafirði sem að vegna breytinga á háttum foreldrana þá ákveða okkur fjölskylduna að flytja frá Ísafirði til Reykjavíkur og þau eru að skoða þrenns konar húsnæði í 3 ólíkum hverfum og foreldrarnir vilja vita að einhverju leyti gæði skólastarfs. Ég held að sé í okkur öllum að við viljum börnunum okkar það besta og hefur þetta fólk aðgengi að þannig upplýsingum í dag? Nei, það getur ekki farið á heimasíðu skólan og séð einhver meðaltöl einkunna nemenda en það held ég að það myndi gefa mjög litlar upplýsingar.
samkeppni meðal grunnskóla tabu umræða? Nei, ég held að sé alveg til staðar og ég meina við finnum alveg fyrir því Hagaskóli sá skóli í Reykjavík þar sem eru flestir nemendur utan hverfis eða utan sveitafélags þannig að það koma margir nemendur til okkar af ýmsum ástæðum ekki bara því þeir haldi að námið sé einhvern veginn heldur líka bara hvernig tekið móti nemendur stuðningu við nemenda eða bara að í stórum skóla meira pláss fyrir alls konar. Þú ert þá kannski að segja rökin fyrir því að svona upplýsingar liggi ekki á hreinu vegna þess að þær ítundi stéttaskiptingu og neikvæð viðhorf gagnvart skólum sem ekki standa sig. Þú ert að segja að það séu til leiðir. Já, sko, ef þetta lagi fyrir að segjum bara við værum að gefa í tölustöfum og þú segir þær niðurstöður að einhvernir barna í Hagaskóla væru 15% hærri en einhverjum barna í einhverjum öðrum skóla og þess vegna velur þú Hagaskóla. Það tryggir ekki að barni þitt muni ná 15% betri árangri í skólanum. Það bara mjög margt annað sem hefur áhrif á það. Þú veist, kannski segir þetta ekkert annað en að samsetning nemendahópsins í Hagaskóla svolítið öðruvísi sko, og við sjáum það alveg og það bara eitt af því sem að PISA sýnir okkur. Ef menn myndir nú svona skoða eitthvað annað en bara yfirborðið af þeim niðurstöðum að sko það er munur á árangri nemenda náttúrulega það er munur hvort tala íslensku sem móðurmál eða ekki og þarf ekki að koma óvart vegna þess að PISA náttúrulega bara próf í skilningi á tungumálinu og hvernig þú getur farið með og nota tungumálið. Það er munur á milli höfuðborgar og landsbyggðarinnar. Það eru alveg örugglega ýmsar og mögulega hluta til sömu ástæðu fyrir því að þar nemendahópurinn fjölbreyttari. Þannig við skoðum það líka. Þannig að þú veist, þetta hefur áhrif. Sko, aftur, þegar við vorum í fyrsta skipti út í Englandi að velja skóla fyrir börnin okkar, sko, að bara líka því að ég var að svona stunda rannsóknir einmitt á þessu svona áhrifamætti bakgrunnsnemenda sko að þá líka skoðum við það bara hvernig voru hverfin samsett og okkur var meira að segja bara bent á það okkur var meira að segja bent á það sem að ég veit ekki hvort að megi segja það sko okkur fariði fyrir utan skólana og horfiði bara á nemendur og foreldra koma og þá sjáu þið Það má alveg segja það. En ekki það, við létum það ekki ráða valið okkar en þetta voru upplýsingar sem við fengum. En upplifir þetta ekki sem viðkvæmu umræðu? Mér finnst alltaf sko að við séum við erum einhverju rómantískri hugsun, við viljum hafa jöfnuð, við fæst okkar vilja til að tímabært það séu komnir að fara út í einhverja engaskóla, við viljum að öll Íslandsbörn þau njóti tækifæra en á sama tíma vitum við að björgum misskipt, bjargræði stofnana með mismunandi hætti samanber þetta sem hann nefnir með hvort þú ert með 5 eða 7% nemendahlutfall sem talar ekki íslensku af fyrsta tungumáli eða hvort hlutfallið 60-70%. Mér finnst, ég upplifi sjálfur þessa umræðu sem viðkvæma og mér finnst að sko það sé mikill svona ég held að megi nánast tala örvæntingu í þeim efnum. Ég held að það útskýra hluta til hvað verða oft mikil viðbrögð við einu orði sem betur hefði verið ónefnt og maður átt að nota eitthvað annað orð í staðinn. Sko ég held að séu á þess að ég viti það, þá held ég að hljóta vera þannig að skólar eru mismunandi. Við bara störfum eftir tiltölulega opinni skólanámskrá og svo vitum við bara líka að það getur alls konar gerst í skólum eða skóla fari í gegnum svona ákveðin tímabil og geta komið upp þrengingar. Ég legg áherslu á það að það skipti máli hvernig skólum stjórnað og að stjórnendur séu svona mjög virkir í faglegri vinnu í skólunum. Já. Það hefur áhrif. Það hafa alveg komið tímabil þar sem að tími hefur ekkert endilega gefist í það og við erum til dæmis stjórnendur núna á fullu í eldhúsinu því okkur vantar
kokk ef einhver þarna úti. Okay. Þá auglýsing í loftinu. Þarf hann ekki að vera lærður? Hann þarf að vera lærður. Þannig að við viljum það. Þú veist, þannig að það getur komið upp á. En það sem ég bara segja, það bara mikilvægt að við notum ekki einfaldar mælingar til þess að meta gæði skólastarfs. Já, mér langar líka að koma inn á það sem ég var sjálfur að nefna, að ef það væru auknar fjárveitingar frá ríkinu til þess að taka betur á móti börnum innflytjenda og styrkja þau hraðar og fyrr, þá myndi það líka jafna skólastarfið. Já. Exakt. Jú, þetta gríðarlega mikið. Ég ekki að kenna öllum þessum vinnandi höndum sem bjarga íslensku samfélagi frá mótnin til kvölds með því að koma hingað þetta ástand. Bara svo ég segi það uppátt. Já, og svo það sé líka sagt að við finnum fyrir því að það vilji til, að virðist vera skilningur fyrir því að þetta sé mjög mikilvægt. Og bara í Hagaskóla þessu 3 eða 2,5 ári sem ég verið þar hefur hafa peningar til ísat kennslu þrefaldast í Hagaskóla, en við erum samt sem áður bara með úthlutað 0,8 stöðugildi til þess að kenna þessum 40 cirka nemendum sem eru hjá okkur, og það augljóslega ekki nógu mikið. Þýddu ísat fyrir mig? Ísat nefndir sem hafa íslensku ekki sem móðurmál. Já, ok. Og þeir eru svona náttúrulega á misjöfnum stigum. Ýmist bara nefndur sem mögulega eru það bara nýkonur til Íslands og hafa enga undirstöðu eða skilning á málinu, og svo jáfnvel nefndur sem hafa verið einhvern tíma og eru lengra komnir. Jafnvel þó svo að það við þrefaldast upp í 0,8 stöðugildi, að þá finnum við alveg að það enga við nóg, en það notum við erum með 3 kennara sem að sinna þessu nemendahópi nærengöngu núna, og svona gengur ágætlega. En þetta mjög mikilvægt, og það líka mjög mikilvægt að án þess ég ætla að ýta ábyrgð frá okkur í skólunum, að við áttum okkur á því að þetta samfélagslegt verkefni. Og ég bara verð að segja það, ég var bara síðasta vor að tala við nemanda sem að sem að ég hafði ástæðu til að tala við út af svona ýmsu sem að var í gangi í skólunum, og ég einhvern veginn sagði við hann, bara finnur ekki fyrir því hvað við erum að leggja mikið á okkur við að reyna að koma til móts við þig hérna í skólunum, vegna sem við svo sannarlega verið að gera það, og ekki það að ég vildi einhvern veginn komin sektarkennt hjá barninu, og hann sagði bara, ég finn fyrir því. Og þetta frábært, og mér rosalega vel tekinn í skólunum, og það gengur bara mjög vel. En síðan leið og skóladeginu líkur, þá upplifi ég mig ekki sem fullgildan meðlim í samfélaginu, hvað sem að það í íþróttunum eða í tómstundum eftir skóla eða bara í hverfinu. Það alltaf dapurlegt að heyra. Já, þetta var, og að barnið áttaði sig á þessu, sko. Já, einmitt. Ómar, ég ætla svona í lokin að biðja þig að spá fyrir það. Kennarar voru að fá bara töluverða kjarabætur, og voru ekki að því, það svolítið síðan, en hafa fengið töluverða kjarabætur. Mun það leiða til aukins mannauðs í kennarastétt? Ég vona það. Ég held að þurfi meira til, og ég held að þurfi annað líka, og mögulega meira til líka. Þetta einn af punktunum sem að meðal annars Kópavogsbær leggur fram sem mikilvægan punkt, og ég innilega sammála því. Okkur hefur aldrei gengið eins illa að fá inn fólk eins og núna í sumar, og blessunarlega þurftum við ekki marga, sko. Okkur vantaði nú bara 2 kennara og þurftum að ganga og Hagaskóli held ég skólinn sem að síðastur finnur fyrir manneklu, en allt blessaðist það nú nema. Það segir einhverja sögu hvernig við lítum á þetta starf. Já, ég veit ekki, það hafa verið, við höfum fundið fyrir því undanfarið að það hefur gengið erfiðar, og þetta gekk að samningarnir eru núna, svo sem bara 8-9 mánaðar, ekki eitthvað svoleiðis, og þannig að við vonuðum nú til þess að það yrði svona meira búst, og þetta misjant, þetta pínu misjant eftir milli greina og svo framvegis. Þetta áhugavert. Já, en ég hef heyrt það líka frá kollegunum að þetta bara gengur erfiðar en oft áður. Við erum með nokkra leiðbeinendur eins og hjá okkur, og víðast í Reykjavík eru það þá leiðbeinendur sem eru langt komnir í kennaranámi, sem að í mínum huga eru bara öflugir.
kennarar. Kannski tekur þetta aðeins lengri tíma að svona... Já, vonandi. Já, en ég er líka nokkuð vissum að þessi neikvæða umræða endalaust grunnskólann. Alveg fælir fólk frá því að klárlega. sækja svona störf og ég þekki sjálfur persónulega lærða kennara sem eru í öðrum kimum og partur af þeirri ástæðu er að fólki finnst alltaf þurfa að vera að verja sig sko. Það hefur áhrif og það hefur gríðarlega mikil áhrif og það hefur mjög mikil áhrif á starfandi kennara líka. Og við höfum bara verið mjög meðvituð að benda fólki á að vera nú bein í baki þrátt fyrir allt og benda á eða við séum allavega meðvituð það góða starf sem við erum að gera og að þurfa að samfæra sjálf okkur það er náttúrulega svolítið skrítið sko. En þetta hefur líka áhrif á nemendur. Ég meina nemendur koma inn í skólan með annað viðhorf þegar að umræðan er svona og umræðan á heimilinu mikil og neikvæð. Já, örugglega einhvers staðar sko. Já, það er ekkert ólíklegt. Þannig að lesa vísi og mbl.is og rú.is bara þessa miðla, það er náttúrulega það búið að vera allt fullt af neikvæðum fréttum. Það er einn þingmaður núna sem er eiginlega bara í því 24/7 að fjalla því neikvæða. Já, og svo er það nú með margt af og hann er fyrir skólastjóri og aðstofur skólastjóri. Margt af því fólki sem að heldur upp í þessari neikvæðu umræðu. Það er alveg punktar í þessu sem eiga fyllilega rétt á sér og eru mjög mikilvægir inn í umræðuna. En stundum er það nú bara einhvern veginn hvernig það er sagt og í hvaða gír menn eru og ef manni grunar að það sé svona eitthvað agenda í þessu að þá svona þá kannski hlustum við aðeins öðruvísi á það. En það er ekki gott að góðir punktar komist ekki inn vegna þess hver segir það eða hvernig það er sagt. Við þurfum, og við erum búin að tala það í skólanum mjög lengi að okkur langi í öfluga umræðum skólamál í öllu samfélaginu. Loksins fengum við hana núna en hún hefur að mínum að þetta ekki verið nógu uppbyggjandi og nógu góð því miður og það er örugglega alls konar ástæði fyrir því. Kannski höfum við skólafólki ekki verið nógu duglegt við að taka þátt í þessari umræðu. Einhverju myndi benda það. En við höfum alveg tekið eftir þessu og þetta hefur vond áhrif inn í skólana, ekki bara á okkur kennara, heldur líka á nemendur, er ég alveg sannfærður sem er ekki gott mál. Og við finnum líka fyrir því að það verður sífellt erfiðara fyrir okkur í skólunum að benda á það sem vel er gert og fá umfjöllun það út í samfélaginu. Ég man þá tíð sem að við gátum bara hringt í hvaða fréttastofu sem er og þeir komu nánast undantekningarlaust og fjölluðum söngleiki eða þemadaga eða góðgerðamál eða eitthvað sem gert í skólunum. Núna gengur þetta mjög erfiðlega. Já, ein ástæða þess er líka bara færri fjölmiðlar, færri stóri fjölmiðlar. Já. Þannig að en ég heyri marga segja þetta, það sé mjög erfitt að ýta einmitt í ákvæðum viðburðum fram í dagsljósið. Það er margir samverkandi þættir væntanlega sem að skýra það að við höfum átt betri daga, en er ekki bara málið að snúa verðin sókn? Jú, og við erum bara sannfærð að við séum bara að gera frábæra hlutin í okkar skóla og við svo sem fylgjumst með því en bíðum spennt líka eftir að fá samanburðar mælingar eða viðmið og ég er bara bjartsýnn og vona að það sem framundan er muni gagnast okkur og gera gott skólastarf ennþá betra. Við munum fá niðurstöðu síðustu PISA-mælingar núna fyrir áramótin og það kemur mér á óvart ef að þær yrðu framúrskarandi góðar. Þetta er Ég er búin að heyra einhverja spádóma ég meina vita menn eitthvað það? Nei, við vitum það bara, þetta gerist ekki svona milli ára og við vitum það líka að sömu þættir og höfðu áhrif á lækkandi skor okkar í PISA eru ennþá að hafa áhrif og ég meina hvort sem að það er fjölgun nemendur sem hafa íslenska ekki sem móðurmál. Ég held að það hafi verið kannski til dæmis meiri áhrif en niðurlagning samræmdarprófa, svona augljósari orsakaskýring eða eitthvað annað sem er í skólunum. En rétt í lokin, eigum að fá samræmdarpróf bara alveg eins og þau voru í gamla daga?
Nei, Er ég það til bóta? mæli ekki með samrændum lokaprófum sem eru lykilnemenda framhaldsskólum eða út úr skólunum. Ég held að við séum með miklu fjölbreyttari og betri mælingar en við þurfum að sammælast samfélagið það hvernig þær mælingar eru og hvað það þýða og það alveg rétt sem sagt hefur verið að innleiðing námskrárinnar sem meðal annars voru matsaðferðirnar, hún var í besta falli í skötulíki og það er engin dómur frá mér, þetta hefur bara verið tekið út og bent á. Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla, kæra þakkir að koma hér og ræða ýmis álitamál og önnur mál sem ekki tekist á, góð mál í skóla og kennslustarfi. Takk fyrir okkur. Takk og takk fyrir að halda umræðum skólamál gangandi. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.